Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og núna helgina fara fram bíladagar hér á Akureyri og hingað til mín kominn formaður bílaklúbbs Akureyrar Einar Gunnlaugsson og Ólafur Jóhann Einarsson. Verið þið hjartanlega velkomnir báðir tveir. Já, takk fyrir það. Hvað segið þið? Hvernig leggst þetta í ykkur, bíladagar? Þetta náttúrulega leggst alltaf vel í okkur hverju ári en... Þá náttúrulega kannski sérstaklega gaman að geta haldið á núna þar sem það var ekki hægt í fyrra. Já, það er náttúrulega síðast ár fór eins og það var. Já, og hvernig fara hátíðarhöldin fram núna í ár? Þetta er náttúrulega allt undir þessum samkomu takmörkunum en þá. Við vorum að vonast eftir aðeins fleira fólki svona í hvert hólfi en við búum við þetta núna. Já. Það er 300 í hólfi og... Margir tengja náttúrulega bíladaga við fornbílasýninguna. Jú, sýningin er á morgun, fimmtag, 7. júní, afandag. Við náðum að halda hann í fyrra, þó það væri COVID, þá vorum við með hann úti bara á svæðinu okkar frá. Já. Það var svona eina sem við gátum haldið af því sem er dagskrá bíladaga í fyrra. Já. En núna náttúrulega vonumst við til að geta haldið alla þessa viðburði. Það er svona eina veðri kannski getur sett eitthvað strik í reikningin. Já. Hverjir verða svona helstu viðburðir? Já, okkar stærsti viðburður núna náttúrulega svona í okkar hugum. Það er svona formleg opnun á nýrri spyrnubraut á svæðinu sem er búið að vera náttúrulega draumur félagsmanna frá því að félagið var stofnað 74. Já, einmitt. Og það er orðið veruleiki núna. Við erum búin að vera að byggja þá braut í síðustu 3 árin og svona kláruðum bygginguna á henni síðast ári. Já. Og núna er formleg opnun á laugardaginn. Já. Og við verðum bara að vona að veðurguðirnir leyfa okkur að gera það án rigningar. Já. Svona spyrnukeppni er náttúrulega ekki hægt að halda í rigningu, því miður. Nei. En það er svona stóra stundin á bíladögu núna. Það er þessi opnun á. Það er langþráðu spyrnubraut sem er. Einmitt. Það hlýtur að vera öllum mikið fagnaðarefni. Algjörlega. Og náttúrulega bara mikið lyftistöng fyrir Norðurlandið og Akureyri. Já. Menn hafa þurft að sækja þetta suður, sko. Einmitt. Svona, það hefur ekki verið nema ein braut í Hafnarfirði. Já, en þetta er... Og margir áhuga menn að keppa í spyrnum á Akureyri og víðar hérna. Hvernig verður það, sko, það har náttúrulega verið þannig undanfarin ára það fólk hefur komið víða að á landinu og alls konar bílum til þess að taka þátt í bíladögum? Já, bíladagar og götuspyrna náttúrulega svona bjóð til bíladaga. Sýningin hefur náttúrulega alltaf verið frá, nú er ég bara ekki alveg með þá hreinuð hvenær fyrsta sýningin var haldin. Ég held hún hafi verið haldin áður en að félagið var stofnað 74. Já. Það skilst á sumum en svona formlega var hún haldin upp úr því að félagið var stofnað og hefur verið alla götu síðan. Var hérna alltaf á Oddeyrarskólaplaninu. Já, það fyrir mörgum er það bara órjúanlegur partur af 7. júní. Það er það. Og við erum í boganum alltaf hverju ári núna. Já. Nema þetta í fyrra út af sóttvörnunum. Og við erum í boganum núna. Já. Og götuspyrna náttúrulega svona bjóð til þessa bíladaga. Það er nú eins með ártölin, ég er ekki alveg á hreinu. Það er 94, 5, 6. Þá byrjaði nú götuspyrna og ég leyfi til að keppa hérna bara á götu hjá Ólís. Tryggvabrautinni. Já. Og gerði þetta náttúrulega alveg gríðarlega vinsælt. Já. Og þá nú bara koma því að bara takka Akureyringar að hafa gert eða leyft okkur þetta, sko. Já. Og hafa þolinmæði fyrir því og en við erum svona uppskera árangur erfiðisins að halda bíladaga á bílaplönum og sem var gert, sko. Já. Börnáti var á bílaplönum hjá fyrirtækjum. Já, einmitt. Gatan þarna á Tryggvabrautinni, en nú er þetta allt, 2012 og 2013 þá fluttist allt upp á svæði. Já. Þannig að þetta er að skila sér í þessari uppbyggingu. Þá fengum við svæðið og það var malbikað stórt bílaplan og það var keppt á bílaplaninu. Já. Í götuspyrnu og það hefur dugað okkur hingað til en nú er það orðið í bílastæði þetta árið. Já.
einmitt. Þannig að þetta mjög stór stund fyrir okkur svona, sem að þekkjum þetta sport. Já. Og svo náttúrulega bílaklúbburinn starfar árið kring, ekki satt? Jú, við erum með nokkra deildir og nýjasta deildin hjá okkur er svokölluð RS-deild, það eru sko fjárstýrðir bílar. Já. Og þangað erum við svona vona að yngri kynslóðin fara að láta sjá sig meira. Það eru fullorðnir kallar í þessu núna. Já. Þeir hafa ekki síður gaman að þessu. Nei. Og þetta eru rafmagnsbílar sem þeir eru með og þeir verða með sýningu á þeim og kynningu í boganum á morgun. Já. Og þetta voru nú bensínbílar allt hérna fyrir árum áður. Mjög erfiðir í viðhaldi. Nú er þetta allt orðið rafmagnsbílar. Já. Og miklu svona þægilegra fyrir alla að gera þetta út, sko. Já. Heimilisreksturinn og svona rafmagnsbíl hér áður og hann gat verið bara á pari við fjölskyldubílinn, sko. Já. Ef þú notaðir þetta bilaði mikið og kostaði mikið. En þetta sem þeir eru að gera í dag er mjög sniðugt og það er svona okkar barna- og unglingadeild í framtíðinni að þau byrji í þessu og svo náttúrulega er aðstaða og verður betri aðstaða með hverju árinu sem við byggjum brautir þarna frá. Já. Fyrir svona, maður sér fyrir eins og með hann að geta æft og keppt í go-kart, sko. Já. Hann er að komast á aldur að meiga það. Já. Á svona með einhverjum vélatakmörkunum annað að það er nú draumurinn okkar að það verði hægt að bjóða upp á svoleiðis. Bjóða upp á ýmislegt í kringum það og væri dásamlegt að það geti gerst. Já, við bara vonum auðvitað það besta og sjáum hvað setur. En þetta er allavega frábært að þessi áfangi sé í höfn. Já, þessi er í höfn og við náttúrulega, þetta er alveg einstakt svæðið þarna fyrir ofan bæinn sem við höfum. Þarna erum við búin að keppa í torfæru síðan, sko, fyrir ótalmörgum árum síðan. Við erum með torfærusvæði. Torfæra náttúrulega hefur byggt upp bílaklúbbinn í gegnum árin. Og þarna er svæði fyrir sko torfærukeppnir, sandspyrnu, go-kart, spyrnurnar, drift svo kallað. Já. Það er nú svona yngri keppnisgrein á Íslandi, það er, eins og ég segi, það er nú svona þessir yngri sportbílar eins og BMF og ýmislegt sem er notað í það, sko. Já. 18 menn vélarnar og spóli alls konar beygjur og hlikki, sko. Þetta er ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og ég leyfi mér að fullera að það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Já, það gerir, í þessari flóru, sko, og svo væntanlega við ætluðum nú að búa til rallycross-braut í sumar, en tíminn er nú að hlaupa fram hjá okkur. Það kemur bara næst þá. Vonandi bara næsta vor standum við það. Já, ekki spurning. Þetta er mjög fjölbreytt og í flestum tilfellum er þetta nokkuð fjölskylduvænt, sko. Já, frábært. Þetta við bara hvetjum alla sem hafa áhuga og mæta og taka þátt í bíladögum og bara þakka ykkur feðgum kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér frá þessu. Já, takk fyrir okkur.